Af hverju íslenska? Það sko, já ég veit ekki, bara okkur þykir svo vænt textan fyrst og fremst og okkur finnst bara svona meining textans hefur gripið okkur og fullt af öðru fólki líka og viðbröðin við textanum eins og það að fólk að syngja þetta í kirkjum og kórar hafa verið að syngja þetta og svona okkur bara fannst það alveg bara frá fyrsta degi þá fannst okkur eins og okkur langaði til að hafa þetta á íslensku og ákvörðunin var tekin bara mjög fljótlega eftir að keppnin lauk í bara einlega strax, þetta var einhvern veginn bara eiginlega daginn eftir já, við það var eiginlega meiri veltum meiri vöngum yfir því hvort við ættum í hvaða jakka íþrótt að vera frekar en hvort þetta vera á íslensku, ensku eða þýsku eða búlgörsku. Það tók skemmur í tíma að ákveða þetta heldur en í hvaða jakka íþrótt að vera þannig að okkur fannst það bara alveg ekki spurning. Hvað með lagahöfunda og hafa verið að senda okkur texta og svona? Já, við erum búin að fá slatt af textum á ensku, frönsku eitthvað fleira var, hvort það var ítalska eða spænska, ég man það ekki. Nei. Og var eitthvað viti í þessu? Já, ég meina það er alltaf meining á bakvið þetta. Fólk er að leggja sig fram við að senda texta sem eru flottir. En við náttúrulega kunnum ekki eins og ítölsku eða spænsku, þannig að við veitum ekki hversu gott þetta er. Mi chiamo Pedro, io sono islandese. Já, þetta er eina sem ég kann og ég vona þessu ítalska. Og fyrir mína parta þá finnst mér mjög spennandi að koma með lagið á íslensku og fá viðbrögð Evrópu við því. Þetta verður, við höldum þessu einföldu og látlausu og látum melódíuna, fallega melódíu og æðislegan söngvara að njóta sín. Fókusun verður á það.